Og heimurinn, hann sér náttúruna á Íslandi, hann sér óspillt land, hann sér friðsælt land, hann sér öruggt land. Íslandsstofu ætlað að styðja við kynningu erlendis á íslenskri menningu, vörum og þjónustu og laða að erlenda fjárfestingu með því að kynna kosti landsins. Íslandsstofa samstarfsvettvangur atvinnulífs, hagsmunasamtaka, stofnana og stjórnvalda stefnu og aðgerðir til að auka útflutningstekjur og hagvöxt. Þetta gert meðal annars með því að veita þjónustu og ráðgjöf til fyrirtæki í útflutningi á vöru og þjónustu og að aðstoða við markaðssetningu. Síðast en ekki síst samræmir Íslandsstofa kynningar og markaðsstarf til að laða að erlenda ferðamenn til landsins. Inga Hlín Pálsdóttir forstöðumaður sviðs Íslandsstofu sem kallað áfangastaðurinn. Það viðeigandi í þætti sem ber yfirskriftina Ísland og umheimurinn að ræða við þá konu sem leiðir í dag markaðssetningu á Íslandi erlendis. Velkomin. Kannski fyrst að heyra frá þér skipulag á Íslandsstofu og hvað þessi stofnun Íslandsstofa sjálfseignarstofnun núna. Lögin breyttust núna 1. september á síðasta ári. Íslandsstofa stofnuð 2010 og við erum samstarfsvettvangur atvinnulífs og stjórnvalda og hagaðila þegar kemur að því að auka útflutningstekjur og hagvöxt fyrir landið. Og við höfum unnið ýmislegt kynningastarf og við vinnum með útflutningsaðstoð líka og aðstofum beinar erlendar fjárfestingar og við vinnum að menningarkynningu og mörgu fleira sem að snýra því að efla Ísland út á við. Hver borgar? Hvaðan kemur fjármagnið? Íslandsstofa fjármögnuð meðal annars á markaðsgjaldi. Svo erum við með ákveðna samninga við ríkið ákveðin mál sem til dæmis snúast að ferðamálunum. Þar erum við með sérstaka samninga landkynninguna og svo erum við með sérstaka samninga til dæmis varðandi ákveðin markaðsverkefni sem eru þá í raun það sem verkefni það sem að bæði stjórnvöld koma að og fyrirtækin. Þannig að það eru krónu móti krónu verkefni. Það sem að gerðist líka í tengslum við breytingarnar á Íslandsstofu 1. september var það að það var stofnað og á að stofna svo kallað útflutnings- og markaðsráð. Og það ráð að taka til starfa núna á næstu dögum og þar snýr það meðal annars að því að þar utanríkisráðherra sem skipar í ráðið og það á að móta ákveðna stefnu, langtíma stefnu til langs tíma í þeim skilningi varðandi útflutnings- og markaðsmál fyrir Ísland. Í ráðinu sitja mjög margir aðilar, þetta verður 40 aðilar, þar eru 4 ráðherrar, þar eru aðilar frá öllum þingflokkum, þar eru sveitarfélögin, samtök atvinnulífsins eiga stóran þátt og markaðsstofu landshlutanna. Og þetta mjög spennandi skref að taka fyrir okkur vegna þess að þarna getum við náð mjög skörpum fókus í því hvernig við erum að kynna landið og hvaða áherslur við setjum til framtíðar, varðandi kynningu og hvar við ætlum að ná í okkar útflutningstekjur. Þessi langtíma markmið sem hafa verið mörg, getur þú sagt okkur aðeins meira frá þeim? Nú vorum við að fara að vinna þau hafa ekki verið sett hingað til. Ráðið tekur til starfa núna á næstu vikum og þegar ráðið hefur tekið til starfa þá verður vinnun ákveðin stefnumótun sem síðan verður kynnt og þá verður við komið með ákveðna markmið og mælikvarða sem við vinnum eftir og ekki bara Íslandsstofa heldur þetta bara fyrir okkur og fyrir okkur þjóðina að vinna eftir í þeim skilningi hvernig við ætlum að búa okkur hagseldar til langs tíma. Það sem að við munum gera í tengslum við þetta að leggja líka ákveðna línu varðandi eins og til dæmis markaðssvæði, hvar í heiminum ætlum við að leggja ríka áherslu á markaðsstarfið, hvar ætlum við líka hvaða atvinnugreinar ætlum við að leggja sérstaka áherslu á, hvað teljum við tækifærin liggja. Þannig að það mjög margt í þessu sem að mun skapa okkur spennandi og ákveðin tækifæri inn í framtíðina. Þetta svona nation branding, þetta svona mörkun eða vörumerki Íslands ekki satt? Jú, að vissu leyti liggur grunnurinn í því að við erum á mörkun lands og þjóðar, má segja. Þegar maður að vinna með mörkun lands og þjóðar þá oft verið að leggja áherslu á ákveðna, 5-6 þætti. Þá horfum við á áfangastæðin, hvernig ætlum við að kynna áfangastæðin fyrir ferðamönnum og þeim sem hingað hafa áhuga að sækja. Við erum líka þá að tala vörur og þjónustu, til dæmis útflutningsvörurnar okkar, hvernig upprunin liggur, við erum að kynna upprunan, hvernig við getum búið til ákveðin gæði
varðandi landið og áætlanir í tengslum með það. Við erum að skerpa fókusum varðandi hvernig erlenda fjárfestingar við erum að sækjast eftir. Við erum líka að horfa og kannski horfum minna og tölum minna það að búa til og skerpa fókusum það hvernig við kynnum það að fólk vilji koma hingað til að starfa og vilji læra, fara í háskólan okkar og fleira. Og svo auðvitað þekkingar miðlun til annara landa hvernig við höfum verið að vinna að okkar verkefnum. Þannig að það svona þessi ákveðna mynd sem við vinnum eftir varðandi svona mörkun landa eða eins og þú segir place branding and nation branding. En það talið að það eiga gott orðspor og ímynd landa, að það sé gríðarlega mikilvægt til þess að efla þekkingu og fólk hafi jákvæðan hug til landsins og það svona, hvað við segja, við Íslendingar höfum borið þess gæfu að hafa slíkt jákvætt orðspor hingað til og við þurfum að efla það til muna til framtíðar. En lykillinn að slíku að það sé sett stefna sem við erum nokkuð sammála og hafi jákvæð áhrif á okkur, sem skýr markmið og mælikvarðar og við svona sem þjóð séum nokkuð sammála því að þetta sé sú leið sem við ætlum að fara. Það aldrei þannig samt að við verðum öll nákvæmlega sammála það og það snýra þetta pólitík og annað. Þannig við þurfum alltaf að hafa aðhald. En við getum skert fókusinn og við getum skapað okkur meiri tækifæri með því að vinna meira saman. Og það sem ég hef lagt ríka áherslu á þetta samstarf aðila og samstarfa allra hag aðila í tengslum við svona og við höfum, fyrir nokkrum árum teiknum við svona ákveðin hring þar sem við vorum svona svolítið að skýra þetta að við viljum að Íslendingar taki þátt í því að kynna landið, atvinnugreinar við sem að byggja upp samlega milli atvinnugreina í því hvað við erum að kynna og af hverju við erum að kynna það, stjórnvöld þurfa að taka þátt, sveitafélög og borg þarf að taka þátt í því hvernig við erum að kynna og við séum sammála þar líka. Utanríkisþjónustan, sendiherrar, viðskiptafulltrúar, ráðherrar og allir slíkir þurfa að taka þátt í því hvað við erum að leggja fram og það akkúrat verið að gera núna með útlendis- og markaðsráði. Líka megum við ekki gleyma okkar að helstu talsmönnum erlendis. Það eru bæði ferðamennir sem hafa komið hingað og þeir sem hafa keypt okkur vöru og þjónustu og eru ánægðir. Þetta fólk eru svo sannarlega góðir sögumenn í því að segja söguna af Íslandi. Því öll erum við að segja söguna og þurfum að hafa svona jákvæðar sögur að segja. Það svona að finna eitt samhljóm fyrir áfangastæðin Ísland. Það er þitt verkefni. Það að vissu leita hlutverkið en samhljómurinn verður kannski aldrei einn. Það eru kannski svona nokkru samhljómar og sögur sem við erum að vinna með. Og til dæmis núna undanförnu þá höfum við stækkað okkar verkefni sem við kallum Inspired by Iceland. Við vorum alltaf að vinna bara með áfangastæðin. Nú erum við farin að tala matvæli, uppruna gæða og í matvælum. Við erum að tala fjárfestingar og viðskipti. Og þá höfum við til dæmis mikið verið að vinna með þemu í kringum orkuna, sjálfbærnina, sköpunarkraftin, nýsköpunin og fleira og allt það sem við höfum fram að færa í þessum þáttum og þetta hefur gríðarlega jákvæð áhrif út af við að svona skerpa fókusinu þarna. Þetta það sem við ætlum að koma á framfæri og þegar við vitum það þá svo miklu auðveldara að vinna út af við. Til dæmis við erum að vinna með almannatextaskrifstofum, við erum að vinna með alls konar aðilum í kringum ferðasýningar, vörusýningar og fleira og þegar við vitum hvað við erum að leggja áherslu á þá verður fókusin bara miklu skýrari og svona fólk sér okkur í svona skýrara ljósi, skulum við segja. Þetta mikil ábyrgð sem á ykkur lögum. Já, en þetta ekki bara okkar. Þetta okkar allra að kynna landið okkar. Og það sem að kannski svolítið gaman að velta fyrir sér líka í þessu hvernig aðrir horfa á landið. En þess að við þurfum oft í svona mörkunarvinnu, þá þurfum við að samræma svolítið hvernig sér heimurinn okkur og hvernig viljum við sjást. Og heimurinn, hann sér náttúruna í Íslandi. Hann sér óspillt land, hann sér friðsælt land, hann sér öruggt land. En við gerum svona viðhorfsrannsóknir út af mörkuðunum reglulega á 7 markaðssvæðum og á þessum svæðum sjáum við að þessi lykilorð að koma aftur og aftur. Það sem hins vegar áhugavert að við til dæmis mælumst ekkert sérstaklega hátt þegar kemur að því að vera nútímalegt samfélag. Fólk sér meira náttúrumyndina af Íslandi og slíku. Og það líka áhugavert að velta fyrir sér að við höfum verið að kynna áfangastæðin okkar mjög sterkt síðustu ár að ef við til dæmis horfum bara til að vera þjónustu sem við höfum kannski ekki lagt jafnmikla áherslu á, þá 70% sem geta ekki nefnt neinar vörur eða þjónustu frá Íslandi.
Þeir sem að nefna eitthvað, þeir nefna fiskin okkar, þeir nefna skyr, þeir nefna ullina, þeir nefna tónlistina og þannig að ég held að við hefum gríðarlega mikið undir að leggja meira áherslu þar. Og það einmitt það sem við höfum reynt að gera þó í gegnum áfangastaða kynninguna, að blanda þessu saman. Við höfum lagt mikla áherslu að kynna menninguna, fólkið og allt landið og það hefur náttúrulega þróast núna í gegnum árin hvernig landið kynnt. Og ef við horfum til ásins 2010 að þegar að Eyjafjallajökull byrjaði að gjósa og við byrjum með markaðsherferðinni Inspired by Iceland, þá var bara markmið að sýna Ísland grænt. Það var bara markmið að sýna hér væri allt í lagi. Síðan erum við búin að þróast og þroskast, myndi ég segja, og við erum búin að færast í það að tala Ísland allt árið, alla landslutan okkar, við höfum farið í það að fjalla ábyrga ferðaþjónustu, ferðast á ábyrgan máta landið okkar, viðhalda ánægju ferðamanna og líka það að við séum ánægð með ferðaþjónustuna við Íslendingar. Þannig að allt sem við erum að gera hafi jákvæð áhrif líka hér innanlands. Þannig að það er margt breyst í þessu og margt sem að býr hérna á bakvið allt sem að er spennandi að geta unnið áfram með. Er þetta ekki skemmtilegt starf? Þetta er frábært og ég hef verið svo glöð að fá að starfa við þetta síðustu árin og til það að vera forréttindi að fá að vinna með landið okkar og sýna því virðingu á sinn hátt. Og þess að ég segi alltaf og vil trúa því til framtíðar að samstarfi eykur slagkraft og það er leiðarljós sem að ég fylgi alltaf í mínu starfi. Inga Hlín, kæra þakkir fyrir komin. Takk hérlega. Þetta er náttúrulega risavaxin verkefni. Hvort verkefni fyrir sig er rétt rúmlega 2 milljarða bandaríkjadollara á stærð. Þannig að það er mjög stórt og auðvitað hefur það áhrif á Íslandi. Þörfin á uppbyggingu þekkingar og innviða í Afríku er gríðarmikil. Í álfunni búa nú 1300 milljónir manna og árið 2050 er því spáð að í Afríku muni búa 2500 milljónir manna. Í Eþíópíu, næst fjölmennasta landi Afríku, búa nú 110 milljónir manna. Þetta er eitt af fátækari ríkjum heims en þar hefur á síðustu 2 áratugum verið undraverð framþróun. Mjög hefur dregið úr fátækt og hagvöxtur hefur verið með því mesta sem gerist í heiminum. Niðuraustur Afríku liggur Sigdalurinn mikli sem er gríðastótt misgengi á plötumskilum Afríku, Arabíu og Indlandsflekkans. Þar undir liggja grunnstæð orkuhól sem í dag eru talin eitt af bestu jarðhitasvæðum heims til framleiðslu á umhverfisvænni raforku og þar hefum við Íslendingar mikið fram að færa. Orkufyrirtæki Reykjavík Geothermal hefur undanfarin ár selt þekkingu Íslendinga í uppbyggingu jarðvarmavirkjana víðum heim. Veigamestu verkefni fyrirtækisins eru einmitt í Eþíópíu, þar sem unnið er í samstarfi stjórnvöld landsins að uppbyggingu 2 500 megavatta jarðhitavirkjana. Þessi verkefni eru feikistór. Samningar fyrirtækisins við stjórnvöld í Eþíópíu uppbyggingu virkjanna og orkuframleiðslu eru þeir stærstu sem Íslendingar hafa gert erlendis á sviði orkumála. Guðmundur Þóroddsson er forstjóri Reykjavík Geothermal og einn af stofnendum félagsins. Við höfum fengið hann til að ræða félagið og verkefni þess í Afríku. Velkomin. Takk fyrir það. Getur þú sagt mér aðeins svona í upphafi frá fyrirtækinu og tilurð þess? Fyrirtækið heitir Reykjavík Geothermal og er nefnt upp á ensku en þess að við störfum aðalega erlendis, nánast ekkert á Íslandi. Það var stofnað árið 2008, raunar 8.8.2008 af nokkrum starfsmönnum Orkuveitu Reykjavíkur sem ákveða að skipta starfsgrundvöll og fara að vinna að verkefnum erlendis sem fylgdi því að Orkuveitan og pólitíkin Reykjavík vildi draga úr þeirri starfsemi hjá Orkuveitunni. Þetta var náttúrulega ekki góður tími til þess að stofna fyrirtækið, en svo nokkrum dögum seinna féllu Lehman Brothers í Bandaríkjunum og fjármögnun á svona fyrirtækjum var nánast ómöguleg. Þannig að við byrjuðum á því að starfa sem ráðgjafar fyrst og fremst og horfa eftir verkefnum í leiðinni og vorum svo heppnir að fá fljótlega stórt verkefni hjá ríkisstjórninni í Abu Dhabi sem að við gátum sinnt næstu 2 ár þar og eftir ásamt ýmsum ráðgjafarverkefnum fyrir fyrirtæki hér og þar og það hefur alla tíð verið hluti af starfsemi fyrirtækisins að vera með ráðgjöf og við höfum
haft ráðgjöf fyrir ýmsar þessum stóru fyrirtækjum í heiminum eins og stóru námufyrirtækin og sem olíufyrirtækjanum eins og Aramco og fleirum. Ásamt því að vera með ráðgjöf í svona jarðhitavirkjunum. Svo var það 2011 að við náðum inn okkar fyrstu fjárfestum sem að voru Bandaríkjamenn sem komu og fjárfestu í félaginu og skömmu síðar fengum við annan Bandaríkjamann sem að hafa verið með okkur síðan og þá fórum við að horfa eftir verkefnum á þar sem við getum fjármagnað og staðið að jarðhitaverkefnum frá A til Z eins og við hefum gert síðan. Hvaðan kemur hugmyndin að fara að vinna í Eþíópíu? Já, það nú þannig að við höfum þekkt til Eþíópíu mjög lengi og Eþíópía eitt af þeim löndum sem hafa verið mjög dugleg að senda fólk í jarðhitaskólann og margir af starfsmönnum Reykjavík Geothermal hafa kennt þar og það alveg þekkt þetta fólk og ég persónulega kom fyrst til Eþíópíu 2007 minni mig og þannig að það eitt af þessum stóru jarðhitalöndum sem ekkert komið á stað. Og svo það að við kynnumst manni sem með námufyrirtæki í Eþíópíu og hefur mjög góð svæði til að þróa í jarðhita og við sláum saman kröftum okkar og förum og þróum þessi verkefni í Eþíópíu. Þetta náttúrulega var dálítið mikið mál að gera þetta í Eþíópíu því að Eþíópía hafði náttúrulega fyrsta lagi ekkert einkarekið orkufyrirtæki eða orkuframleiðanda nema þá bara sem eigin dísilframleiðslu og þeir höfðu aldrei gert svona stórt verkefnafjármögnunarverkefni eins og þetta eru, risastór verkefni. Þannig að það hefur tekið langan tíma að fara í gegnum þetta með stjórnvöldum og þeir að sætta sig við hvernig hlutin eru gerðir á þessu og svo þarf allt sem gert að passa við það sem að lánadrottnar fyrir verkefnina að gera kröfur Þetta dálítið mikil skriffinnska í því að koma svona á. Hver eru verkefni? Hvað eru það að gera í Eþíópíu? Í Eþíópíu erum við með 3 verkefni sem misjafn langt komin. Það verkefni sem lengst komið og heitir Corbetti sem í svona stórri öskju, eldfjallaöskju sem eru 500 megawatta verkefni, það eru 520 sem sé nákvæmur og það verkefni að komast yfir í borfasa núna og við erum búin að framkvæma allar svona yfirborðsrannsóknir og jarðeðlisfræðilegar rannsóknir sem hægt að gera. Þetta mikið batteri, kostar $2 milljónir að bara rannsaka eitt svona. Og ekki síst þar öll svona umhverfismál sem þurfa að vera mjög vel unnin og raunar í umhverfismálum þá það sem kallað sósíalparturinn eða félagslega hlutinn, það sem sagt hvaða áhrif hefur á nærbyggðina, þarf að flytja eitthvað fólk til að koma virkjuninni fyrir og bæta fólki ef það eitthvað átt við þeirra hlut. Þannig að það mikil áhersla lögð á það sé vel gert og við erum búin að vera að vinna í því þessu í nokkur ár núna umhverfismálum og þessum félagslegum málum. En við þar erum við búin að gera borplönin og vegina og við erum að leggja vatnsveitu fyrir borana og þess aftar. Næsta verkefni er kallað Tulumæi. Það annað eldfjallakerfi sem ekki langt fyrir utan Addis Ababa. Þar erum við ekki nánast komnir jafn langt. Við reiknum með að byrja að bora í Corbetti núna í sumar. Í Tulumæi erum við komnir nánast jafn langt. Þar erum við að reikna með að byrja að bora núna í haust. Og bæði þessi verkefni eru með sameiginlegan orkusölusamning og samning við ríkisvaldið hvernig sköttum háttað og þess háttar og ábyrgðir, ríkið þarf að ábyrgjast orkufyrirtæki sem kaupir orkuna. Það heilmikil svona samskipti þannig bæði við orkufyrirtæki og ríkið á orkufyrirtækið raunar.
Og svo erum við með þriðja verkefnið í Eþíópíu sem við reiknum að séu cirka 300 megawatt. Það komið miklu styttra á leið. Þar erum við búin að gera, eða erum við raunar núna að gera þessar yfirborðsrannsóknir og jarðeðlisfræðirannsóknir og umhverfismálin og það alls saman. En við erum ekki komnir með orkusölusamning eða svona ívilnunarsamning heldur. Hverjir eiga þessi verkefni? Er það félagið með, eða þið með einhverjum samstarfsfyrirtækjum eða samstarfsstofnunum? Það misjafnt í hverju verkefni. Í þessu Corbetti sem komið lengst, þar eigum við verkefnið þannig við eigum 30%. Sjóður sem heitir African Renewable Energy Fund sem stofnað til af Afríska þróunarbankanum en eru margir aðilar á svo 60% ásamt með bresku þróunarstofnun sem heitir Infraco og svo eiga jarðboranir eða dótturfélag jarðborana á 10%. Í Túlumói, hinu verkefninu, sem álíka stórt og álíka langt komið, þar erum við hins vegar að vinna með frönskum fjárfestingarsjóði sem heitir Meridiam og þeir eiga 51% í því verkefni og við 49%. En þriðja verkefnið eigum við ennþá alveg sjálfur. Og það svona hinn venjulegi gangur í þessu. Við byrjum á því að koma verkefnunum á spöl, fyrstu rannsóknir, fyrstu samningar við ríkisstjórnina eða orkukaupendur. Og svo þegar það komið leitum við að með fjárfestum inn í verkefninu. Hvaða þýðingu hefur þetta fyrir útflutning þekkingar frá Íslandi? Það eins og segir, þetta náttúrulega risavaxin verkefni. Hvort verkefni fyrir sig rétt rúmlega 2 milljarða bandaríkjadollara á stærð. Þannig að það mjög stórt og auðvitað hefur það áhrif á Íslandi. Það ekki bara við sem erum ekki mjög stórir, heldur erum við með eins og jarðboranir að bora fyrir okkur í sömu verkefnunum. Við erum með íslenskar verkfræðistofur sem svokallar owners engineer eða umsjóna verkfræðistofur verkefnina fyrir okkur og það íslenskar verkfræðistofur í nánast öllum okkar verkefnum. Við skiptum við líka íslenskar endurskoðendur, lögfræðinga og svo framvegis, þannig að það töluvert mikið af peningum sem renna til Íslands úr þessari starfsemi. Í hverju liggur styrkur Íslendinga í sölu á þekkingu á sviði jarðvarma? Fyrst og fremst það náttúrulega við erum með mjög sterkan heimamarkað og við höfum fyrst og fremst hannað allar okkar jarðvarmavirkjanir sjálfir á síðustu árum. Og svona 1997-98 þá var hér mikil kippur í því að reisa jarðvarmavirkjanir. Það mikil þekking hér. Við erum líka með þennan jarðhitaskóla Sameinuðu þjóðanna þar sem að við erum með nemendur frá öllum þessum þróunarlöndum sem eru með augljósan jarðhita koma hér og læra jarðhita og kynnast það náttúrulega þjóðinni líka og íslensku vísindamönnum. Við höfum kynnt Ísland mjög sterkt. Fyrrverandi forseti Ólafur Ragnar Grímsson var náttúrulega óþreytandi í því að kynna Ísland sem jarðhitalandið allan heim. Það hefur virkað mjög sterkt. Við vorum með verkefni í vetnisstrætóar og vetnisbílar hér fyrir svona 15 árum síðan sem hefur svo haldið áfram meira að minna sem gaf alveg ótrúlega sýn á Ísland og af því að það nú náttúrulega takmarka myndin í einu vetnisstrætó og einhverju bensínstöð þá naut jarðhitinn þar mikils góðs af að þessir hundruðir fréttamanna sem voru hér að kynna sér vetnisverkefnið fóru svo kynntu sér jarðvarmann líka. Þó að margt ljótt með því segjum hrunið að þá skildi það þá eftir fullt af þekkingu í bankastarfsemi á Íslandi. Þannig að við höfum býsna sterkan grunn í því að finna fé
í svona verkefni, að fara á alþjóðamarkað og finna þá sem að fjárfesta í svona. Þannig að ég held að við höfum alla burði til þess að vera góðir í þessu, en það hefur pínlítið vantað upp á viljan. Eins og tókst eftir að þá eru fjárfestanir í Reykjavík Díðaþormál allir erlendir, fyrir utan starfsmenn, og við höfum ekki fundið neinn áhuga á Íslandi til þess að fjárfesta í svona útflutningsstarfsemi. Og þannig að ég held að möguleikarnir séu hérna, en ég held að það vanti pínlítið upp á að við förum af heilum hug út í þetta. Meira verið í því að selja ráðgjöf heldur en að taka svona verkefni að okkur. Og það er miklu erfiðar að selja ráðgjöf heldur en að kaupa hana. Tíminn búinn. Guðmundur, kærar þakkir fyrir komuna. Þakka fyrir að hafa mig.